Já, komið þið sæl. Loftþrýstingur tiltölulega hár hjá okkur ennþá og það hæð hér á hér suður af landi eins og við sjáum á kortinu í dag. Meginhæðin hér stödd við strendur Noregs en við sjáum í rauninni á hreyfimyndinni að þetta verður nú svona tiltölulega óbreytt til morguns hið minnsta og jafnvel næstu daga og hæðin heldur sig hér suður af og það gerir það að verkum að það hér vestlæg átt hjá okkur og sem hefur opnað og það hefur þykknað upp hér vestanlands sem vantarlega verður bjartara þegar austar dregur á landinu. Og þessi suðvestan og vestanátt hún að færa okkur hér hlýtt loft suðvestur úr hafi og ekki að sjá annað en að það verði vel milt hjá okkur og næstu daga og hitinn geti farið yfir 20 stig nokkuð víða landið austanvert. Við förum hér aðeins yfir landshlutana og við sjáum að hér á suðvesturhorninu þá verður þetta suðvestan og vestan 3-8 metrar á sekúndu og viðbúið það verði meira og minna skýja hér við Faxaflóann en einhverja líkur til þess að þegar komið inn í Borgarfjörð og á Suðurlandsundirlendi að þá mun nú ná að rífa eitthvað af sér allan öðru hvoru. Hiti svona víða þetta 10-15 stig, hámarkshiti kannski 16-17 hér á Suðurlandi. Og við förum síðan norður yfir heiðar á norðvesturhorn landsins að þá sjáum við þetta nú svona tiltölulega svipað, væntanlega skýjað við Breiðafjörð og víða á Vestfjörðum, sérstaklega þá sunnan til, en mun gera góða sólakafla annars staðar og hiti geti verið þetta 15-18-19 stig hér í kringu Tröllaskagann en væntanlega nokkur gráðum lægri hér þegar vestar dregur á svæðinu. Það er orðið strekkingur í þessu sérstaklega hér með Vestfjarðakjálkanum og svona heldur meiri vindur ef eitthvað enn á suðvesturhorni landsins. Það verður léttskýjað að mestu leyti á norðausturhorninu eins og við sjáum hér og hiti víða þetta 15-20 stig inn til landsins. Svona úti við ströndina þetta nú meira 10-15 stig. Við sjáum vantarlega hita fara yfir 20 stigin, hann gerði það til að mynda á Egilsstöðum og Hallormsstað í dag, fór yfir 20 stigin og viðbúið að gera það einnig á morgun og við sjáum hvað gerist með næstu daga í þeim efnum. En á suðausturhorninu á morgun þá verður suðvestanátt og hún verður nokkuð stíf, svona stífu strengur sem mun liggja hér með suðausturströndinni en mun vantarlega þó vera öllu minni vindur þegar komið inn yfir land. En sæmilega hlýtt hér einnig, víða 15-20 stig og sólríkt að öllu jöfnu. Og í framhaldinu þá sjáum við að á þriðjudaginn þá þetta nú ósköp svipað skýja svona mestu hér suðvestan og vestanlands og við sjáum úrkomuflekki, það líkunin að reikna einhverja lítilsháttar úrkomu, eiginlega slitróttarigningu sem að mun hvorki vara lengi né skila miklu magni en norðan og austanlands sólríkt og hitatölur eru svona sína í dag að hiti geti farið þetta 22-23 stig, það sem best lætur, en ekki nema svona víða hér vestanlands þetta 10-12 stigin. Og ekki breytist mikið inni fram til miðvikudags og bæði hvað varðar hitatölur, það svona ef eitthvað dálítið strekkingsvindur í þessu á þriðjudaginn, heldur hægari vindur í þessu á miðvikudaginn, en gæti síðan farið að rigna á miðvikudagskvöld hér vestanlands og ringt eitthvað fram á fimmtudaginn eins og við sjáum hér svona viðbúið að muni rigna á köflum vestanvert landið á fimmtudaginn en bjart og þurrt landið austanvert og þar verður áfram hlýjast. En förum þá aðeins út í heim og förum til Evrópu og það hæðarsvæði, í raun og veru sama hæðarsvæði sem teygir anga sinni til okkar og það að ráða ríkjum í Skandinavíu. Fínasta veður, sólríkt víða og hitinn í kringum 20 stigum og þá einnig við til dæmis Þýskaland og Frakkland en svona óstöðugra veður í suðausturhlutanum á Balkanskaga og í Austur-Evrópu. En fínasta veður einnig niður við Miðjarðarhafið og á Íberíuskaga sem og á Tenerife. En ætla að enda þetta hér, tökum hér stutta yfirferð yfir Bandaríkin, það rignir víða í austurhluta Bandaríkjanna en bjartara yfir þegar vestar dregur. Þetta svo mikið að veðri í dag, verið sæl.